Björgólfur Guðmundsson framvísaði meðmælum bæði frá Íslandsbanka og íslenskum stjórnvöldum þegar hann fékk samþykki hlutafélagaskrár í Rússlandi fyrir því að taka yfir hlut Ingimars Ingimarssonar í gosdrykkjaverksmiðjunni Baltic haustið 1995. Við sýnum nú aftur fréttaskýringu málið frá því í gær en þá vantaði hluta hennar vegna bilana í tækjabúnaði hér hjá okkur. Helgi Seljan tekur nú við. Kastljós hefur undir höndum ný gögn í málinu varða innkomu Björgólfs Guðmundssonar í rússneskt viðskiptalíf. Þau tengjast í hvernig Björgólfur náði að afla leyfis rússneskra yfirvalda til að stunda þar viðskipti. Þau hafa að geyma meðmæli frá banka og yfirvöldum á Íslandi. Í gögnunum meðal annars bréf Íslandsbanka sem stílað á þann sem málið kann að varða, undirritað af einum útibússtjóra bankans. Bréfið dagsett 27. september 1995. Þar segir Björgólf að hann sé traustur og áreiðanlegur viðskiptavinur bankans og hafi ætíð staðið tafarlaust við skuldbindingar sínar. Þessi yfirlýsing bankans hlýtur að teljast nokkuð athyglisverð í því ljósi að einungis nokkrum mánuðum áður eða í febrúar 1995 höfðaði Íslandsbanki mál á hendur Björgólfi vegna skuldar hans við bankan. Skuld Björgólfs var tilkomin vegna ábyrgða sem Björgólfur gekkst í vegna fyrirtækis sem hann rak tíma og sinnti meðferð alkóhólista. Fyrirtækið hafði þó verið skráð á nafn konu hans. Dómur féll raunar Björgólfs megin en einungis vegna þess að Íslandsbanki hafði ekki sent rukkanir og tilkynningar á rétt heimilisfang. Við þetta bætir svo að Útvegsbankinn sem seinna rann inn í Íslandsbanka hafði árið 1989 lagt fram gjaldþrotabeiðni vegna skulda Björgólfs við bankan. Gjaldþrotabeiðnin var samþykkt en Björgólfur náði þó að semja við kröfuhafa sína áður en til gjaldþrotsins kom. Þessi sami banki taldi Björgólf nú traustan, áreiðanlegan og ætíð hafa staðið við skuldbindingar sínar gagnvart bankanum. Í þessu samhengi einnig rétt að minnast þess að gjaldþrot Hafskipa sem Björgólfur veitti forstöðu hefur almennt verið talin ein veigamesta ástæða þess að einn af forverum Íslandsbanka, Útvegsbankinn, varð gjaldþrota. Til eru bréf sem fóru milli lögmanna Ingimars Ingimarssonar og Íslandsbanka þar sem lögmenn bankans og framkvæmdastjóri hans verja þetta vottorð og segja bankan standa við yfirlýsingar sínar Björgólf. Jón Brím, lögmaður Íslandsbanka, segir þannig að bankanum hafi ekki verið kunnugt mál bankans gegn Björgólfi eða gjaldþrotabeiðnina þegar vottorðið var gefið út. Ragnar Önundarson, framkvæmdastjóri Íslandsbanka, segir svo í öðru bréfi að bankinn geri greinarmun á skuldum sem verða til vegna ábyrgðar þriðja aðila og því hafi ekki þótt ástæðu til að blanda skuldamálinu frá því fyrir þetta sama ár við yfirlýsingu bankans. Ragnar segist auk þess efast að vottorðið hafi haft eitthvað ákvörðun hlutafélagaskrár í Rússlandi að segja. Sem fyrr segir vottorðið dagsett 27. september 1995 en hlutafélagaskrá í Rússlandi samþykkti eignarhald Björgólfs degi síðar. Í bréfi lögmanns Ingimars til bankans hins vegar fullyrt að umrætt vottorð hafi átt stóran þátt í því að Björgólfi tókst að fá hlutafé í Baltic skráð á sitt nafn. Því óskað eftir að bankinn leiðrétti umrættar upplýsingar. Það var hins vegar ekki gert. Íslensk yfirvöld veittu Björgólfi líka meðmæli. Gunnar Gunnarsson, sendiherri í Moskvu, sendi hlutafélagaskránni í Pétursborg yfirlýsingu þar sem viðskiptasaga Björgólfs rakin. Ítarlega farið yfir þátttöku Björgólfs í stofnun dósagerðarinnar, Hafskipa og fjölda dótturfélaga Hafskipa og fleiri félaga. Ekki minnst einu orði á gjaldþrot Hafskipa í þessu sambandi, né heldur 12 mánaða skilorðsbundinn dóm sem Björgólfur hlaut í Hæstarétti árið 1991. Hins vegar þáttaka Björgólfs í pólitísku starfi innan Sjálfstæðisflokksins rakin í löngu máli. Björgólfur sagður hafa gegnt þar fjölmörgum trúnaðarstöðum, auk þess að vera handhafi gullmerkja Sjálfstæðisfélagana Heimdalls og Varðar. Lögmaður Ingimars sendi síðar bréf til Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra þar sem óskað var skýringa á því hvers vegna sendiherra Íslands hefði látið frá sér yfirlýsingu nafngreindan mann þar sem öllum þeim atriðum sem kynnu að túlkast honum í óhag væri sleppt. Til dæmis með hliðsjón af refsidómi sem Björgólfur hafði hlotið og afdrifum þess fyrirtækis sem hvað mest kemur við sögu í bréfi sendiherrans. Svar barst frá utanríkisráðherra undirritað af Helga Ágústssyni ráðuneytisstjóra. Þar ver ráðuneytið bréf sendiherrans í Rússlandi með þeim orðum að einungis hafi verið að ræða upptalningu þeirra fyrirtækja sem Björgólfur Guðmundsson hefði starfað fyrir en ekki afkomu þeirra eða rekstur. Enda hafi ekki verið spurt slíkt eins og segir í bréfinu.